Hver saga fullorðinna Íslendinga við börn hefur vantað upp á í seinni tíð að börnum sé sýnd svo virðing og atlæti sem þau sem minna mega sín ættu skilið alla daga. Við þekkjum náttúrulega harðræði Íslendinga aftur í tíman, en hvað með svona hinn síðari ár? Það komin hingað viðmælandi, Dr. Ársæll Arnarsson, prófessor á menntavísindasviði HÍ. Vertu velkominn. Takk fyrir. Við ætlum tveir kannski aðeins að reyna að setja bakkakotsmálið í eitthvert samhengi, ef okkur tekst það. Ein ástæða þess að ég bað þig að koma hér sú að ég heyrði þig bara í einhverju kaffhúsaspjalli. Ég held við höfum bara, hist á tilviljun fyrir norðan þegar við byggum þar og þú sagðir þá setningu sem að hefur setið í mér. Hún var einhvern veginn þannig að ég held þú hafi sagt, ég held að sé einhver misskilningur að Íslendingar séum bara eitthvað svona góðir við börn. Og kannski var það nefnt í algjöru bríari og allt það sko, ég veit ekkert um það. En ef að byrja þannig? Já, þetta er mjög stór fullyrðing. Já. Og eins og þú segir, sett fram svona með ákveðnum hálfkæringi. En það er samt sko, ég held að það sé ákveðið sannleikskorn í því að við eigum ekkert sérstaklega góða sögu meðferð á börnum almennt. Það er ekkert langt síðan. Ég meina, við munum alveg eftir hörkunni og svona ástleysinu kannski sem að ríkti, en það var svo sem víðar en hér. En ég held að það sem að við erum auðvitað að sjá gerast er að þetta er miklu nær okkur í tíma heldur en að við kannski vorum að vonast eftir einhverju betra. Og ég held að Íslendingar halda upp á það að eignast börn, en þeir eru kannski ekkert rosalega gefnir fyrir að annast þau. Og þannig að mér finnst oft svona ekki fara saman hljóð og mynd í þessari samfélagsumræðu, það sem hefur verið að tala mikið það að gera vel fyrir börn og þess að mér finnst það ekki alveg fara saman hljóð og mynd þegar að síðan til á að taka sko. Ég tek undir það. Sko, ætli það kunna vera arfleifð hins gamla tíma þegar við þurftum allar hendur og dekk þegar börn voru ódýrt eða ókeipis vinnuafl og ætla að sé einhver netja hugsun þarna sem allar undir, eða hvað gætu við leikið okkur? Nei, algjörlega, ég held að það sé góður punktur í þér, þessi netja hugsun sko. Að börn séu einhver sem maður getur nýtt, og við sjáum það bara í umræðinu núna að það eru ákveðnir pólitíkusar sem eru að í raun og veru fara fram á það að fólk eignist fleiri börn til þess að standa undir þjóðfélaginu, og ég hugsa bara af hverju að færa lífin í þennan heim bara til þess að standa undir einhverju þjóðfélagi, stattu bara undir þessu þjóðfélagi sjálfur og þú veist bara sættu þið við minna, ekki vera að fara fram á það að fólk sé að eignast börn bara til þess að þú getur það sé einhverjur til að annast þig á einhverjum elliheimilum í framtíðinni sko. Þetta er rosalega skrítin hugsun sko. Ég held að þetta sé einmitt ég held að þetta sé svolítið ríkjandi sko, þessi nytja hugsun eins og þú svo réttilega bendir á sko. Og þessi hugsun sko að þeir sem ekki eignast börn séu eigingjarnir
það bara þvert á móti sko. Það eru við sem að eigum börni sem erum eigingjörn að því leiti og ég tala við þig sem 5 barnafæðir og ég sjálfur 4 barnafæðir. Þetta er mikil eigingjörni fólkin í þessu sko. Já. Þó að við kannski séum ekki á þessum nýtjavagni sko. Nei, en eina ástæða þess alltaf sem ég persónulega hef áhuga á þessu máli er svo að ég átta mig á því að ég gat gert betur þegar ég eignaðist mín fyrstu börn og maður hefur svona reynt að nýta tíman til þess að verða betur og betri uppalandi pabbi, foreldri. Já, og það eru auðvitað sko, það sem að foreldra hlutverki gefur manni eru auðvitað að það kallar á mann á hverjum einasta degi að gera betur, að stíga upp og vera betri heldur maður raun og verið er. Já. Það er bara þannig. Já. Og það er í raun og veru það góða við þetta, þetta er tækifæri til þess að fullorðnast, þó að maður fullorðnist auðvitað, þó að maður er ekki börn, en það er ákveðin svona krafa á mann þegar maður það er ákveðin tækifæri, kannski ekki krafa, skilju, að því að maður getur alveg látið þetta fram hjá sér fara, sko. Já. Þú nefndir ásleysið og Bakkakotsmálið er til marks afskiptaleysi, eftirlitsleysi. Við getum annars vegar rætt ástleysi fólks í nánum samböndum en líka svona kannski ákveðið ástleysi, virðingarleysi kerfisins gagnvart börnum sem að ekki tengjast kerfinu tilfinningaböndum á þessum tíma, hugsanlega eitthvað eftir stétt eða eitthvað? Nei, algjörlega, ég veit ekkert meira þetta Bakkakotsmál heldur en að ég hef heyrt í fjölmiðlum. Og þú veist, það á eftir að rannsaka það alveg niður í kjölinn en það eru augljóst að þetta eru viðkvæmustu einstaklingar í þjóðfélaginu, það eru þessi börn og það eru hafa verið í gegnum tíðina mjög slæmar sögur af þeirra meðferð, við erum bara með endalaus því miður, endalaus dæmi þetta og það sem eru skelfilegt er að þetta er svo nálægt okkur í tíma, sko. Við höldum alltaf að þetta hlýtur að batna, en það er ekkert endilega nein merki það og mér leiðist að segja það alveg óskaplega en ég held að þetta sé ekki síðasta máli sem kemur upp af þessum toga, sko. Nei. Og það eru þetta að því að þú talar kerfið og hvað er þetta kerfi, skiljið, hvað er það? Það er svona eins og einhver apparat, sko, í hugum okkar, sko, einhver ferli, eitthvað sem á að virka til þess að svona hlutir gerist ekki, en kerfið eru þetta bara fólkið sem er að vinna, en líka fólkið í kringum. Og það eru þú veist, kerfið, sko, getur ekki virkað nema að einstaklingarnir í umhverfinu séu að koma með einhverjar upplýsingar inn í kerfið svo að kerfið getur brugðist við. Þannig að þetta eru rosalega flókið. Og það sem mér finnst fyrir utan það hvað það er hörmulegt að heyra af upplifunum þessara einstaklinga sem eru náttúrulega bara hræðilegar. Þá er líka hræðilegt að kerfið sé dæmt vegna þess að í kerfinu er fullt af góðu fólki, sko, sem hefur lagt bara mjög mikið á sig til þess að gera þetta vel og einhvern veginn situr nú við einhvern veginn á sama sakabekk og þeir sem ekki hafa gert vel. Já. Þetta er náttúrulega alveg gríðarlega flókið og viðkvæmt og margtóna. Eitt sem við höfum rætt hérna við Rauðaborðið, það var að barnaverndarnefndir höfðu svo mikið rými til þess að starfa í leynd. Það var svo mikil helgiblæðir yfir þeirra störfum. Alldæmis þegar fjölmiðlamenn brutu blað og byrjuðu að fjalla umdeilanlegar ákvarðanir og afskipti barnaverndaryfirvalda, þá eiginlega
var okkur pakkað saman, það kom mjög sterkt ákall að við ættum ekki að snerta á þessu, þetta maður svona upplifði þetta svo sem heilagar kýr og á ákveðnum tímapunkti þá skildi maður það en svo velti maður líka því fyrir sér að barnaverndarnefndir bara eins og öll önnur apparaut, þau þurfa þetta aðhald. Já, það eru auðvitað þurfa gríðarlegt aðhald vegna þess að þetta eru auðvitað, þau eru auðvitað véla sko viðkvæmustu hópa í samfélaginu. En sko þetta eru auðvitað rosalega erfið staða vegna þess að barnaverndarnefnd getur náttúrulega ekki sko svarað fyrir sig, skiljið. Hún getur ekki verið að segja frá því á hvaða grundvelli þeirra ákvörðun byggð vegna þess að þá ertu auðvitað sko farin að rjúfa sko persónuverndar helgina og sko það sko þeim þetta mjög erfið staða fyrir þau að vera í. Og sko, en klálega, það er alveg klárt að einhverjir hafa gert mistök, það er alveg augljóst. Og það eru þetta bara fólk sem í störfum og stöðum þar sem að mistök skipta máli. Við höfum það náttúrulega þetta miklu einfaldra líf hjá okkur. Við gerum mistök og það skiptir engu máli. Það leiðréttir sig bara sjálfkrafa, það sem við skrifum vitlaust eða höldum fram með röngum hætti, að það bara leiðréttist og það skiptir engu máli. En það eru auðvitað fólk sem ef að það gerir mistök þá skiptir það virkilega miklu máli. Og þú talar sko að barnavernd sko sé með umdeilanlegar ákvarðanir. Ég held að allar ákvarðanir sem þú tekur í barnavernd séu umdeilanlegar. Þú ert að taka ákvörðun, það er ekkit öll spilin á borðinu. Þetta er ekki svart og hvít, þú hefur ekki allar upplýsingar kannski, þú ert alltaf þetta er alltaf svona educated guess sem þú ert að taka og og þess vegna þarf auðvitað að hlúa mjög vel að þessu starfi vegna þess að þetta er mjög nauðsynlegt starf. Og það þarf að gera það rosalega vel. En ég held samt að það verði rosalega erfitt að búa til kerfi sem algjörlega fullkomið, sko. Vegna þess að eftirlitið þá þyrfti að vera svo gríðarlega mikið. En það sem svo spennandi við bara fabuleringar, bara svona opna umræðu þessi mál, nú erum við ekki að ræða saman kannski sem tveir fræðimenn, heldur bara við erum svona að velta fyrir okkur samfélaginu sem okkur finnst svo skemmtilegt að gera við rauðaborðið. Að ef þetta einhverju leyti menningar tengt og einhverju leyti sögulegt og ef það svona eitthvað í okkar kúltúr sem að maður gæti rætt til bata, ábata, það eru svona einhverjir nökrar og ef við erum ómeðvitað föst inn í einhverjum viðhorfum sem ekki nógu góð, ekki nógu verndandi fyrir hagsmuni barna, þá einnar messu virði að pæla í því. Sko, ég man til dæmis þegar Vigdís Grímsdóttir rithöfundur sagði að hvort það var eina skylda eða helsta skylda mannskepnunnar, hún væri einfaldlega að vera góð við börn. Þetta er svo falleg og tær speki og á einhvern veginn alltaf við, sko. Nei, algjörlega. Ég held að þetta sé, ég held að eina leiðin til þess að við náum einhverjum árangri það að við svona öll lítum í eigin barm og kannski hugsum okkur sjálf í þessu samhengi. Hvað hefur við gert? Vegna þess að það sem líka alltaf vandamálið að þetta yfirleitt gerist í þetta gerist í einhverju svona
umhverfi þar sem að margir þekkjast mjög vel og þú þarft að taka sko mjög afdreifaríka ákvörðun ef þú meldar fólk inn. Það reyndar nafnleynd í barnavernd sem að heldur mjög vel en það getur aðstæðurnar geta verið þannig að það sé augljóst hver meldaði atburðinn og þar held ég að þetta liggi auðvitað eins og svo oft áður hjá okkur í þessu litla samfélagi það sem allir þekkja alla og fólk svona að veigra sig við að taka afstöðu vegna þess að það hefur afleiðingar fyrir mann sjálfan. Þannig að það sem við þurfum auðvitað að gera það bara að ákveða. Það eru sumir hlutir eru þess eðlis að maður tekur afstöðu sama hvað það kostar. Já. Og það einmitt eins og Vigdís segir að vera góð við börn. Annað sem að mér hefur dottið í hug, ég skrifaði nú færslu á Facebook í gær þar sem ég rifjaði upp bolludag til forna. Já, ég sá hana. Þú sást hana? Þegar við allir hafi ekki svona 5 eða 6 ára, það var einhver menningar miskilningur hjá mér og jafnöldurum mínum út á hvað bolludagur nætti að ganga og við vaknaðum miðja nótt og fórum með bara, ekki vendi, bara einhver barefli minni mig bara inn á sveitabæina og vöktum gamalt fólk og börðum það vöktu það með að rífa því sængunar og djöflast á rassinum á því með einhverju sem við héldum að vera í bolluföndur og af hverju ég að segja þetta það vegna þess að sko ég held að þetta sé umhugsunarvert með ástleysið og svona, já, það hefði mátt vera meiri ást. En það líka sko ákveðið afskiptaleysi sem við mörg svona minnumst, við sem erum okkar aldri og rými til að skapa og gera tilraunir og svona og jafnvel umbun fyrir að fara ótróðnar slóðir. Þannig að þetta flókið, þetta samband manns sjálfs við barnæskuna það flókið. Sumpart var maður alltaf í einhverjum lífsháska, svona samkvæmt stöðlum samtímans, en það var líka umbunarkerfi að hafa frumkvæði, skapa, taka áhættu og svona sem mann jafnvel skorta pínlítið á í dag. Já, það auðvitað þetta að við höfum færst úr svona ákveðinu hörku yfir í meiri mýkt. Það þannig og sko samfélagið fyrir sko þegar kemur að börnum hefur skánað. Það hefur bara ekki skánað nógu mikið en það hefur skánað mjög talsvert sko. Og og við höfum færst yfir í þessa mýkt og ég sé ekkert eftir í raun og veru þessum svona gömlu hörku dögum sko. Ég finnst það ekki heillandi en hins vegar það hlegið mikið á kostnað annarra í fólki. Já, alls konar sko, þú veist, það var einelti var alveg sko landlægt og það var mjög illa komið fram við börn og sérstaklega þá sem að sko einhvern veginn svona stóðu höllum fæti fengu virkilega að finna fyrir því, þú veist, og það enn í dag en það samt minna og það gott en sko afskiptaleysið orðið það hefur umbreyst þú veist, það ekki þannig að sko foreldrar kvæsi á börn sko ef það eitthvað fyrir þeim sko en það meira þú veist þetta að eins og sko ég sá daginn var á veitingastað og þar kemur inn par með mjög ungt barn í kerru og það röð á veitingastafnum og þau fara í röðuna að bíða eftir að panta og allan tíman barnið einhvern veginn að reyna að fá athygli og þau eru bæði í símanum og ég svona horfði á barnið og þetta var svona drykklöng stund
það sem að þetta barn og ekki með neinum neikvæðum hætti, það var alltaf að reyna að fá sko einhverja svona jákvæða athygli og var að reyna að vera skemmtilegt og svona brosandi og reyna að fá einhverja tengingu og allan tíman voru foreldrarnir bara í símanum og þetta voru svona hipp og cool ungmenni sko, þannig að ég hugsaði mitt þetta að það auðvitað þetta athyglis og afskiptaleysi sem við erum öll að berjast við, við erum alveg eins, skilji, þú veist, það ekki þannig að ég hafi alltaf verið með 100% athygli á börnunum mínu, það svo langt í frá, sko. En þetta sko, þetta hefur svona umbreyst samt, en ennþá sama vandamálið og jafnvel sko að einhverju leyti aðeins verra vegna þess að sko áritið sem að við erum að velja okkur með símunum og skjánum og öllu því að það tekur yfir meiri tíma held ég. Þetta finnst mér mjög góðu punktur hjá þér og það að segja svona sögur oft svo gott tæki til þess að miðla einhverju merkingu tíðaranda, breytingar á samfélagi. Sko, ég tek stundum eftir því að það gert grín að foreldrum sem eru svona alveg súper passasöm með að allir hlutir í umhverju barnanna séu í lagi og ef ég heimfæri það að einhverju leyti upp á menningu annarra þjóða í löndum þar sem ég hef sjálfur búið löndum semst öðrum löndum í Íslandi þá finnst mér eins og stundum sé þarna einhver munur að sko að foreldrarnir sem eru alveg súper meðvitaðir að allt sé ókei og sína barninu mjög mikla athygli og svona að við svona hálfbrosum að þeim. Já, það kemur aftur að því sem að sko að Vigdís segir svo fallega sko, að það skiptir mestu máli að vera góð við börn. Hvað það að vera góð við barn? Já. Hvernig maður góð við barn? Já. Það sko stöðu hlýja? Það, þú veist, einhvern veginn að leyfa barninu að bara uppgöta allt sjálft eða þetta nefnilega flóknara þó þetta hljómi vel þá þetta talsveit flóknara hvernig ertu góður við barn og fyrir mér það auðvitað þetta að þessi hræðilega staðreind að ef okkur tekst vel í uppeldi barna okkar að þá þurfa þau ekkert á okkur að halda þá verða þau bara fullkomlega sjálfstæð og þau þurfa ekkert á okkur að halda. Það það sem við erum öll að keppa að. Og það inniber að við erum auðvitað að búa til einstaklingar sem að geta farið út í samfélagið og díla við alls konar hluti og lífið auðvitað bara eitt klúður þú veist, þetta klúður eftir klúður eftir klúður eftir klúður og maður það bara að viðhalda forvitninni og áhuganum þrátt fyrir það að vera alltaf að þessu eilífa klúðri og ekki brotna og vera, þú veist, geta tekið sjálfum sér eins og maður sem þetta kallaða eintak. Það í raun og veru það að vera gott foreldri finnst mér og vera góðu við börn að leyfa börnum að gera mistök, sýna þeim að hlutir hafi afleiðingar, kenna þeim að vera góðar manneskjur, en þú mátt passa það að vera ekki ofgóð manneskja. Þú getur verið ofgóð manneskja. Þú vilt heldur ekki að barnið þitt sé þannig að aðrir vaði yfir það, aðrir misnoti sér þeirra gæsku, þannig að þú þarft að gera, þú veist, barnið þitt verður að geta sett öðru fólki mörk og bara stundum ýtt fólki frá sér. Þú veist, þannig að þetta talsveit flókið. En aðalmáli auðvitað þetta að við viljum að börnin okkar séu sjálfstæð og auðvitað góð hvernig sem að við skilgreinum það og auðvitað gagnleg, það líka förum aftur í þess að nytja veist, af því að sko að það auðvitað þannig að
það er mjög erfitt að verða hamingjusöm manneskja ef maður upplifir ekki að maður gagnist öðrum. Það er einhvern veginn sko þessi nytjahyggja sko er harðvíruð í okkur. Já. Ég nú fann að blanda hennu persónulega alltaf einhverju leyti saman við þjóðmála umræðu til góðs eða ills, ég veit ekki af hverju það gerist en já, fjölmiðlamennska víða breytist í heiminum í þá átt einhverju hluta vegna og ég rifja stundum upp sko af því að ég fékk tækifæri síðar til þess að standa með betur í föðurhlutverkinu heldur en ég var einhvern veginn búinn betri björgum þegar ég eignaðist síðustu börnin mín heldur en kannski þau fyrstu svona hafði náð einhverjum þroska, hafði náð að tækla meinin í sjálfum mér með einhverjum hætti þannig að já, ég hafði svona betri burði til þess að verða skítsamlegt foreldri undir að síðast og ég man þegar það rann upp fyrir mér sko hvað tíminn er takmörkuð auðlind og hvað það er mikil gjöf að fá þessi ár með þessum heilögu, dásamlegu verum og hvað barnsögurinn er stórkostlegt fyrirbæri og hvað þau eru skapandi og ég man einhvern veginn sko þegar ég bara setti það inn í stundaskrána að leika við þau, helst utan hús hvern einasta dag alveg þangað til þau nenntu því ekki lengur að í stað þess að klippa limgerðið, bóna bílinn, gera allt þetta sem að nágrannir litu upp til og dæmdu mann af þá bara setjum leik á dagskrá er eitthvað að þetta segja höfum við ekki tíma bara til þess að gera alls konar hluti og brjótast út úr alls konar normum en við erum kannski svona þess að bara pínu feimin Jú, við erum alveg feimin en fyrst og fremst erum við löt sko. Já, ég held að það sem að ég hef alltaf verið að díla við er bara mín eigin leti sko. Þú veist, ég vil bara komast auðveldlega frá hlutunum og og það er akkilesarhæll minn og sennilega margra annar. Ég held að skipti ég held að þetta sé frábært dæmi að taka sér tíma og leika við börnin. Ég sjálfur reyna alltaf að leggja frá mér skjáin eða síman leið og einhver fyrir að tala við mig veist, að loka tölvunni og símanum en ég er alltaf mikið í símanum samt sko en það eru svona samt ákveðnar aðgerðir sem maður getur tekið upp á og það er einmitt þetta sko, það sem að ég er líka eins og þú sko, ég er með svona ég bý til tíma fyrir hvert og eitt og held mjög ákveð utanum það sko, það er eitt af því sem að ég held hvað mest utanum í lífinu er það að gefa öllum smá tíma sko fyrir sig þú veist, ekki í hópnum heldur að fá svona smá one-on-one tíma með öllum og þú veist, þetta er bara mín leið til þess að reyna að viðhalda þessum tengslum og en við þurfum öll að þetta er fyrirhöfn og það er svo auðvelt að sofna sko, það er svo auðvelt að og þú talar einmitt þennan tíma og þetta lífið og hversu dýrmætur hver dagur er. Já. Það er samt svo auðvelt að fara bara sofandi í gegnum daginn sko. Og það er svo mikið synd. Það er bara stærsta syndin. Já, það er stærsta syndin. Já. Sko ég er líka að velta fyrir mér sko hlutum eins og aga og formi. Þú hefur flutt fyrirlestra og vaktir tölur athygli, ég man ekki, var það svona ár síðan, varstu þá fullu eða? Já, ég var nú reynda bara í síðustu viku að kenna námskeið í endurmenntun sem heitir listin að vera leiðilegt foreldri. Já, listin að vera leiðilegt foreldri, þetta er semst ennþá í gangi. Já. Og ást og umhyggja hún felst oft í því að segja nei. Já, það er auðvitað bara
Sko, ég segi það ofta að áður en ég eignaðist mitt fyrsta barn þá hugsaði ég að, þú veist, hafði ég mjög rómantískar hugmyndir það hvernig þetta allt saman, við erum rosalega frábæri vinir og myndum leiðast bara í gegnum lífið, svona valhoppandi í gegnum einhver engi og þetta allt bara frábært, sko. Og svo þetta eins og bara flest allir foreldrar þá vaknaði ég upp við það að sko, ég sko helst að segja nei við barnið. Það er sko helsta orðið í okkar samskiptum nei og hitt orðið ekki. Hinn helmingurinn fullur af því, sko. Og það alveg, þú veist, þetta passar ekki inn í þessa svona rómantísku hugmynd sem maður hefur, en þetta rosalega mikilvægt vegna þess að við erum alltaf að, sko, ég sé það þannig að við erum að búa til ramma fyrir barnið og það bara ákveðnar, fáar, einfaldar, skýrar reglur sem að alltaf halda. Það ákveðnir hluti sem að alls ekki má, það má ekki meiða. Það á ekki að vera ókurteis, það á ekki að skilja út undan, svona hluti sem að, þú veist, eru bara í rammanum, svo alls konar, sko, aðrir hluti sem að má. Það má alveg vera með læti, það má alveg, börnum fylgir háæði, skilji, og það ekkert sem að við erum að argast út af, það brotnar hlutir, það bara gerist óvart, það bara þannig, tínast leikfumiföt, ekki þetta vera að gera neitt mikið mál úr því, sko, en við búum til ákveðin ramma og innan þessa ramma má hreyfa sig mjög mikið. Svo kemur að unglingsárunum og þá faraðu að reyna á þennan ramma vegna þess að þau eru að reyna að vera sjálfstæð og reyna að rífa sig lausa frá foreldrunum og það bara eðlilegt. Og þá svona kannski breykum við aðeins ramman og látum þau taka aðeins meiri ábyrgð á því sem að gerast. En það skiptir svakalega miklu máli að krakkar hafi aga og agi fyrir mér, sko, hann hefur náttúrulega rosalega slæmt orð á sér. Það? Skiljanlega, já, þú veist, agi oft tengdu við refsingar og þess áttar, sko, og það ekki sá agi sem ég að tala sko. Ég fyrst og fremst að tala sem sagt svona aga sem að verður að sjálfsaga og sjálfsagi rosalega mikilvægur. Það það sem við erum í raun og vera að imprenta börnunum okkar sjálfsagi, þannig að þegar þau fara frá okkur þá hafið þau sjálfsagan til þess að geta sem sagt fungerað í bara veröldinni. Og og það engin annar sem að geri það fyrir okkur. Skólinn hjálpar alveg til, hann gerir það alveg helling, en þetta ekki hans ábyrgð samt. Það okkar ábyrgð að aga börnin okkar þannig að og agi fyrir mér snýst rosalega mikið hæfileikan til að taka tillit til annara. Já. Sem ótrúlega mikilvægur eiginleiki og aftur samt svolítið flókin, sko. Já. Hvenær þú að taka tillit og hvenær fólk að bara vaða yfir þig? Þetta nefnir ég stundum mikilvægi stundvísi. Algjörlega. Það sumt fólk sem aldrei stundvíst. Nei. Og það að taka tillit til annara með því að vera ekki stundvíst? Nei, alls ekki. Alls ekki. Nei, þetta einn af þessum þáttum, það sem að þú einhvern veginn bara búin að koma þér upp þeim vana að bara vera ekki að spá í það hvað aðrir hafa á dagskráni þennan daginn og bara kemur þegar þér hendar. Og það þetta agaleysi og ókurteisi vegna þess að þetta bara sjálfsagt að taka tillit þannig til fólks að maður mætir á þeim tíma sem að maður ætla sig vegna þess að annað fólk hefur kannski eitthvað annað með sinn tíma að gera. En ætla að sé ekki þannig sko að stundum skortir kjark til að segja nei og stundum einhver menningarlegur misskilningur sem ræður því að fólk fælist að segja nei. Já, það líka mikilvægt eins og ég segja að vera bara með fáar einfaldar reglur og standa bara við þær. Það svolítið sko það sem að ég held að þvælist fyrir okkur það að við erum svolítið háð okkar stemningu í deginum. Ef að
dagurinn góður, þá erum við til í að leyfa meira heldur en ef að dagurinn slæmur, þá má ekki neitt, skiljiði. Og það það sem að mér finnst sko slæmt að reglurnar eiga bara gild alveg sama hvernig þú ert upplagður. Geðþótta uppbyldi. Það mjög erfitt. Það það versta sem hægt að eiga við þegar til dæmis andrúmsloft inn á heimili ófyrirsjáanlegt og síbreytilegt frá degi til dags. Það hræðilegar aðstæður fyrir börn. Já. Það sko algjörlega, það þetta þegar að krakkarnir þurfa alltaf að lesa í það hvernig stemningin á heimilinu, hvernig þau mega haga sér og þau verða sko, þau geta orðið frábæri sálfræðingar samt. Af því að þau eru mjög flinki að lesa tilfinningar út frá bara svona látbræði og tón sko. En þau verða öll í sko skralli innan í sér vegna þess að þau einhvern veginn eru alltaf miðuð við það að hvernig stemningin skilur og hafa einhvern veginn algjörlega blindu fyrir eigin upplifunum. Já. Þetta margslungið. Hvað það sem hefur hjálpað foreldrum sem þú hefur rætt við þetta svona mest, fyrir hvað fólk þakklátast, hvar eru aha-augnablikin ef einhver? Ég held að það þetta að sko átta sig á því að hafa bara einfaldar fáar reglur, vera samkvæmur sjálfum sér, skiptir gríðarlega miklu máli, sýna auðvitað heilmikla ást. Það þetta að viðhalda tengingunni. Það stundum þegar við lendum í því að við sjáum að krakkarnir okkar að ströggla við einhvað, að þá það hvernig á ég að tala þetta. Það ekki, sko, tengingin nefnilega snýr bara að tengingunni. Hún snýr ekki að einstaka hlutum eða atburðum eða vandamálum eða eitthvað svoleiðis. Bara viðhalda tengingunni, þá kemur umræðan sem að skiptir máli. Þannig að það eitt. Og líka þetta auðvitað, að því að þú talar það að þú hafi verið sko, betra foreldri með seinni krakkana og það auðvitað þetta, börnin okkar ala okkur upp. Já. Það auðvitað þannig. Já. Við erum... Þau kenna okkur alveg út. Já, ég meina, og bara ala okkur hreinlega upp. Já. Og það þá þetta líka að sko að reyna að taka sínar tilfinningar aðeins út fyrir sviga þegar að þú veist að maður svona reyna að vera ekki að fara með sko leiðindin í vinnunni til dæmis, þau verða bara, það verður að skilja þau eftir bara við útidyrahurðina og það mjög erfitt, við erum auðvitað þú veist öll bara mannleg en svona að reyna að aðskilja svona þessi hólf sko, þannig að maður sé ekki alltaf að taka öll vandamálin sín inn í samskiptin við börnin sín. Einmitt. Svo höfum við núna svona auka áhyggjur af tæknibreytingum og hvernig líst þér til dæmis á hugmyndir að börn framtíðarinnar muni eiga AI, gervigreindar bara botta sem að verði þeirra besti vinur á heimilinu og þau geta alltaf leita til og það ekki bara enn eitt dæmið sko útvistun foreldrahlutverksins og það sem skiptir mestu máli og afsal ábyrgðar yfir á internetið, yfir á samfélagsmiðla, yfir á þetta tæknilega umhverfi. Jú, þetta auðvitað bara eins og þú veist, þarna letin sem að ég alltaf að berjast við og það náttúrulega sko helst, það sem helst hræddu við einmitt þetta að letin í okkur verði ofan á. Það mjög áhugavert að sjá það sko, ef þú ert með krakka sem að þú veist, fást ekki úr skjátækjónum og fólk bara, það bara alltaf í skjátækjónum. Ef þú setur þess að krakka í leik þá þetta bara, þá það ekkert mál, skilur. Það bara, þau leika sér alveg bara eins og við gerðum í gamla daga, sko.
Þannig að það ekki, þú veist, þetta svolítið mikið þetta við sem foreldrar erum svolítið að kaupa okkur frí, sko. Ég komið góður, ég hef svo mikið stundað þetta sjálfur, sko. Við komum líka oft svo sliguð heim meðan út af þessum tæknibreytingum. Eins og núna á meðan þú varst að spjalla, þá var ég að tala við 2 viðmælendur. Ég þurfti bæði að hlusta á þig, reyna að muna hvað þú varst að segja, en líka tala við aðra. Og svona dagurinn hjá mörgum okkar. Og þá höfum við minni orku. Þegar við komum heim. Það algjörlega. Það auðvitað þannig að við verum átt okkur á því að sko orkan fyrir daginn takmörku auðlind. Við getum endurnýtt hana með því að hvíla okkur en hún takmörku. Hvar ætla ég að setja orkuna mína í deginum, sko. Og þú veist, það ekki, þú veist, stundum talað þetta, það þessi hugmyndum að besta daginn, sko, þetta tímastjórnunar pæling, sko, að við getum einhvern veginn besta hverju einustu klukkustund í deginum, sko, við bara, þú veist, vinnum eins og skepnur og það riðst utan á okkur og við hoppum öllu verkefna og svo fyrir við heim og við eldum stórkostlega mat og svo verðum við með svona gæðastund með börnunum, þú veist, þetta algjörlega galin hugmynd, af því að þú bara einfallega hefur ekkert orku í svona dæmi, þannig að þú hefur bara takmarka orku, hvað ætlar að setja hana, hvað þarf að eiga eftir? Menn eins og Egill Helgason benda stundum á að Íslendingar séu mjög mikil efnishyggjuþjóð. Ég held að það sé bara, ef það rétt þá held ég að það sé skiljanlegt. Það stutt síðan við höfum það svo skítt, stutt síðan vorum fátæk. Leggjum mikla áherslu á það að hafa það skítsamilegt, efnalega. Og svo náttúrulega erum við bara í ólgusjó, við erum bara skopparaboltar í Atlantshafinu því hér aldrei hægt að búa við öryggi í efnahagsumhverfinu og þetta meira og minna lotto eftir kennitölum, bara það getur munað öllu hvort þú fættur 55 eða 60 upp á það hvort þú færð ókeypis námslán og auðvelt að koma undir sig húsnæði eða what not, sko. En ef það rétt að við séum ennþá að býta úr nálinni sögulega með það að það stutt síðan við höfum það flest ansi skítt og síðan þá fyrir vikið býsna mikil efnishyggju þjóð dags í dag vegna þess að ég held að sé mikilvægt að við erum að skilja hver við erum frekar en að dæma það og sparkja okkur. Þá dettur mann líka í hug að þessi þáttur á heimilunum og í uppeldinu og í viðþorfum hinna fullorðnu sem eignast börn og að reyna að búa þeim örugga framtíð að áherslan á hið efnislega sé stundum fullmikil á kostnað hins. Já, nei, ég held að það eiginlega ekki hægt annað en að taka undir þetta að við höfum náttúrulega verið mjög efnislega sinnuð. Það hefur samt alltaf verið svona ákveðin hópur í samfélaginu sem að hefur kannski lagt minna upp úr þessu. Mér finnst það svolítið með unga fólkið í dag að það sé svona aðeins svona stærri hluta af þeim sem ekki á þessum stað. Já, það? En það líka alveg á hinvegin, sko. Þú veist, fólk sem greinilega mjög upptekið af því að eignast hluti og sína að eigi hluti og þess að það en ákveðin hluti finnst mér vera svona minna upptekin af vinnu og eignum. Skynjarðu upptakt hippakynslóðar hjá einhverjum hluta unga fólksins okkar í dag? Ég held að það sé ég ekki alveg svo bjartsýnn að halda að fólk sé svona að fara að kasta af sér klafa efnishyggjunnar. Ég ekki svo bjartsýnn. Nei, en það eru svona fleiri en einn tónn í. Já, það það auðvitað og en þetta auðvitað rosalega erfitt vegna þess að allir þessi samfélagsmiðlar og fjölmiðlar eru auðvitað alltaf að segja heyrðu, þú verður að eignast meira, hvað ert að gera? Þú verður að leggja harðar að þér til þess að eignast og kaupa og neyslan guð í sko öllu áreiti sem við fáum frá þessum aðilum. Nema samstöðinu þetta. Og hinar ógnirnar, sko, síthengingin, allt þetta áreiti,
það að mörgu leyti sko snúnara það ekki bara að vera foreldri í dag heldur en auðvitað segja allir þetta á öllum tímum við erum að tímanir í dag eru merkilegir og viðsjárverðri en nokkrir aðrir tímar en það samt alveg staðreynd það ekki að þetta nýtt og við þekkjum ekki alveg. Já, og þetta svo rosaleg breyting sko. Við sjáum sko, það eru breytingar í taugakerfi skilur við vegna þess að þú veist, við erum með tölvuskjái fyrir framan okkur marga klukktíma dag. Það eru hreinlega bara þú sérfræðingur í þessu, ekki? Ekki menntaður í... Já, ég er með gráði taugalífeðlisfræði, sko, þannig að ég svona... Og eru orðnar... Já, það eru hreinlega bara, þú veist, það tekur krakka bara skemmri tíma núna til dæmis að skipta á milli athygli, sem sagt, vegna þess að þau eru svo vöndi að vera í, sko, svo miklu áriti. Taugafrumunar hafa breyst. Já, það er bara... Vegna tækninnar. Já. Vegna nýrra hátta. Já, og það er talsvert sko, þegar maður lesi þetta sko, sem taugalífeðlisfræðingur þá finnst manni þetta bara að vera bara ótrúlega mikla breytingar miðað við svona hvaða tekur taugakerfið yfirleitt langan tíma að aðlagast. Vegna þess að við erum með taugakerfi sem er búin að vera meira að minna óbreytt í 1000 ára sko. Vá. Og Er vísindasamfélagið að fjalla þetta sem heimsfréttir á hverjum degi? Já, þú veist, það eru... Hefur fyrst bara illa með? Nei, þetta bara kapnar í háaðanum, skilur. Mér finnst þetta svo merkilegt. Já, þetta er talsvert áhugavert. Sko, ekkert endilega algjörlega skelfilegt. Nei. Þú veist, það er ákveðinir, þú veist, það er áhugavert að sjá að hversu manneskjan aðlagast breyttum aðstæðum og hvernig þetta gamla taugakerfi getur allt í einu bara tekið kipp og breytt sér. En svo auðvitað þetta verður ákveðið vandamál í framtíðinni. Það auðvitað að ráða við tæknina, þú sem einstaklingur einhvern veginn getur ráðið við tæknina. Hvernig ætlar að gera það, þú veist? Við eyðum allt og miklum tíma í símanum og við sjáum sérstaklega með, þú veist, eins og þessi forrit sem að bjóða okkur upp á þessi svona stuttu skilaboð, sko, þessi svona reels, sko, að það mjög auðvelt að detta bara þar inn og allt í einu bara klukkutími farin eða 2 tímar jafnvel. Og hvað ertu búin að vera að gera? Þú búin að vera að hreyfa þumalinn, skilur bara klukkustundum saman. Þannig að þetta verður auðvitað svona sko, verkefni framtíðar kynslóða er auðvitað þetta, hvernig kemstu hjá því að bara sofa í gegnum lífið? Hvernig sko virkjaru hugsunina þína vegna þess að það sem er líka sko breytingin er auðvitað allt áreitið. Við erum að bregðast rosalega mikið við og við sjáum það á sko, samfélagsmiðlunum þegar að fólk að sko, bregðast við einhverjum sko, forsíðu fyrirsögnum, sko, lesi ekki einu sinni sko, greinina og bara bölsótast, skilju, þetta er bara svona basic sko, tilfinninga viðbragð og það er engin hugsun í þessu og það er svo mikið hjá okkur núna, við erum alltaf að taka við. Við erum aldrei að sko velta neinu fyrir okkur, við erum aldrei að vinna úr neinu sko, við bara tökum við og svo, þú veist, bregðumst við sko, bregst bara þessi apaheili okkar sko við einhverju svona sem að kemur okkur í jafnvægi sko, það er mjög langt á milli sko þín og sko langafaðins, skilur, sem að bara bjó einhvers staðar í sveit væntanlega í kringum Mývatnið eða einhvers svoleiðis sko og þú veist, það var ekkert að gerast. Það var bara sama fólkið,
þú veist, það var veðrið, það var sko hvernig sprettan var og hvernig rollurnar komu að fjalli og það var rosalega lítið og þú veist, fólk var að skiptast á bókum, það voru bækur sem að gengu sveitina, skiljiði. Og þú, skilur, sem ert hérna í samtali í hérna stúdíói og ert samt að svara skilabóðum, þetta er svo, það er svo rosalega langt á milli ykkar þó það sé mjög stutt í tíma. Þetta er allt mjög umsjónarvert. Mér datt í huga á það þegar þú sagðir að það hefði orðið breyting á taugafrumunum og þá væntanlega því skyni að færni okkar aukist að svissa á milli, klippa hratt, ekki satt? Jú. Sem þá kostur ef við erum í þannig umhverfi. En mér finnst þetta akkur að tala inn í það sem að við Guðmundur Andri Thorsson vorum að ræða í síðustu viku hérna stöðu íslenskunnar og hvernig má efla stöðu íslenskunnar. Ég hef tekið eftir þessu hjá ungu námsfólki að hæfileikinn til þess að lesa mjög tyrfna, langa texta, hann virðist vera dotturinn úr sögunni. Ég segi nú það ekki. Hann virðist vera þetta virðist vera erfiðara verkefni fyrir æ fleiri börn af því að ég tek eftir að námstækni margra barna er að kannski barn er að læra undirbúa próf í eðlisfræði og það er bara formúlur og eitthvað svona nýþungt og á ég segja á 10 mínútna fresti eða 15 mínútna fresti þá er klippt örstutt yfir á samfélagsmiðla jafnvel tælt skák eða eitthvað og svo er haldið áfram en á sama tíma þá erum við með doðranda til dæmis sem við ætlum að reyna að halda börnunum í framhaldsskóla Laxness, 1000 blaðsíðna þykka bækur og við höldum að það sé hægt að tróða þessu efni að ungu fólki eins og var tróðið í okkur og ef heilarnir okkar og taugafrumurnar okkar voru öðruvísi þá og við gátum leyst það verkefni og vorum síður í að klippa á milli en nú hefur orðið breyting þá var nú svona punkturinn með þessu spjalli okkar Guðmundar Andra þá þurfum við að vera miklu duglegri að aðlagast að þeim breytingum sem orðið hafa verið til dæmis með vali á námsefni og hvernig við reynum þá að klumpa til sneiða á niður. Já. Ekki satt. Jú, en svo er þetta það sem ég hugsa þegar þú segir þetta sko það er orðið sko algjört óþol fyrir leiðendum. Já. Það má engum og mér hefur ekki leiðist bara sko bara í mörg ár. Hugsaður munin á ferðalögum. Já, segðu. Ég bara set á mig headsetið og ég kveiki á Storytel og ég bara stend í biðröðinni og þetta líður bara eins og ekkert sé. Já. Og maður situr í flugvélinni í klukkutímum saman og annarkvort er maður að horfa á eitthvað eða að hlusta á eitthvað og það er fullkomið sko, afþreyingin er bara fullkomin allan sólarhringinn. Og það er auðvitað þetta sko, ég meina við lásum Laxness og Íslandingasögunum en ég get ekki sagt að ég hef skemmt mér mikið yfir þeim á sínum tíma, svo auðvitað það sem að hins vegar gerist er það að maður býr að þessum sko hæfileika til þess að lesa lengri texta og svo með svona auknum þroska þá fattar maður auðvitað snilldina í sjálfstæðu fólki og bara, en ég sá hann ekki þegar ég var að lesa hana í menntaskóla, bara alls ekki, ég skildi ekki til hvað var í gangi. En það er auðvitað líka þetta að sko börnum má alveg leiðast. Já. Ég held að það sé mjög gott að börnum leiðist. Já. Vegna þess að það kveikir á sköpuninni. Hvenær ætlar að kveikja á sköpuninni þegar þú ert sífellt í áreiti allan daginn. Það verður ekkert, hún á aldrei innkomu. Þannig að það skiptir rosalega miklu máli að krökkum leiðist öðru hvoru að það sé ekkert að gera. Já. Og það er auðvitað, þú veist, ekki bara samfélagsmiðlarnir heldur líka þessi svona skemmtanaþjónusta sem að við foreldrarnir okkur finnst við vera knúin til að veita, sko, að sífellt að hafa ofan fyrir börnum. Það er ekkit endilega gott, sko. Þannig að þú ert að segja þessi línudans, við getum ekki bara endalaust þróað námsefni
í takt við athyglisbrestinn? Nei, ég held að við höfum ekki að gæla við hann mjög mikið. Ég held að þvert á móti að þá eigum við aðeins að leyfa þeim að ströggla. Aðeins að leyfa þeim að reyna sig. Þeim kemur ekki til með að finnast þetta skemmtilegra frekar en okkur þótti það, en það þessi samt hæfni til þess að gera hluti sem eru leiðilegir. Já, en við þurfum að huga að því ef taugafrumurnar hafa breyst. Já, bara ekki spurning. Það er auðvitað bara ekki spurning, en þær breytast sko í hverjum einstaklingi með þjálfun hans við sko með tækin sko. Það er ekki það að við séum farin að sjá ennþá kemur, en við erum ekki ennþá farin að sjá þetta flytjast í svona genetist sko, en þetta er meira þjálfun einstaklingsins með tækninni sko. Ok, ég skilði betur núna. Hérna upp úr sköpuninni rís undrið. Hið ófyrirsjáanlega, sko, galdurinn að vera til. Það sem þú sást ekki fyrir. Og það er kannski bara mitt veganesti ef það er einhver að hlusta ennþá á mig eða að horfa. Það er mikilvægi hins ófyrirsjáanlega og mikilvægi undursins og mikilvægi þess að allt sé ekki flatt og fyrirsjáanlegt. Nei, algjörlega. Ég er algjörlega sammála því vegna þess að ég held að það sem að skipti rosalega miklu máli í sko velferð hvers einstaklings er að hann sé forvitin. Það er gott veganesti og einmitt sko er hluti af seiglu að vera forvitin, að missa ekki sko, að vera tilbúin til þess að sjá hvað gerist næst. Jafnvel þó að þetta hafi kannski ekkit verið rosalega gott sko, það sem að gerðist, en þú er samt forvitin næsta skref, þannig að ég er algjörlega sammála í því. Eru kæra þakkir, Dr. Ársæll Arnarsson, að koma hingað og spjalla við mig þetta mál. Ég bið stundum afsökunar á viðtölum mínu vegna þess að þeim hætti til að fara út á suður, en ég held nú samt að við getum pakkað þessu að einhverju leyti mest öllu sem við höfum rætt undir þetta þema, hvort Íslendingar séu góðir við börn og hvort við gætum gert betur, og við erum sammála að það er þannig, ekki satt. Algjörlega. Já. Takk fyrir boðið. Kæra þakk fyrir spjallið. Áfram göngum við göttuna, kæri hlustendur, áhorfendur, nýr kafli eftir andartak. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.